Við munum taka yfir jörðina, þið eigið ekki breyk jarðarbúar, þetta er búið. Jarðarbúar, þið eigið ekki séns, árás er yfirvofandi, ykkar umkunnarverðu líkamar verða að engu. Þetta er búið, ég ætla að gera þetta. Drengur! Já, hvað? Hvað er þetta að gera? Ég spila XCOM 2, hvað? Þú ert svo lukkutröð. Lukkutröð? Ég er þetta ánægð með hennar lukkutröð búin. Ég er gaur úr Star Trek, það er meirum. Ég var að vera að lifa sig inn í þetta, þetta er ótrúlega leikur. Kannt þú Klingon? Nei, bara farið í friði. En alltaf, nei, ég er náttúrulega bara að sökka mér í XCOM 2. Þetta er svakalega, það er að fá mér hérna bara nýja tölvu til að spila. Bara til að spila þennan leik, ég myndaði það. En ég myndaði, hérna, mannstu eftir fyrstu XCOM-leikinu? Ég veit það. Við erum alltaf elsti vinirinn bara. Já. Og hérna, ég er náttúrulega að spila XCOM mikið þegar ég var yngri. Já. Hvað eru að tala langt síðan? Það er mjög langt síðan, þau eru 80 eitthvað. 80 eitthvað, 90 eitthvað. Það er mjög langt síðan. Og ég er náttúrulega 80 ár, já. Það er 80 ár í ár. En þetta var XCOM 2 kominn. Ég spilaði hann fyrst á PlayStation og voru svona endurgera gömlu leikina. En nú er bara komin XCOM 2. Og ég verð að segja það, ég er bara alveg húkt á því. En þetta fjallar það er náttúrulega XCOM samtökin sem er að berjast gegn geimveru árásum á jörðina. Þess vegna eftir búning. Já, ertu ekki að tengja fyrir núna eða? Eða búning. Þetta er líklega ódýrst að gríma sig. Já, ég veit það, ég meina. Klingon með glimmer. Já, en hún lét mér samt í það vel, skilur. Glingon. Glingon. Herðu, en allavega. Herðu, og þetta gengur úr það að XCOM samtökin er búin að sterkja stöðva geimverur. En það sem við gerst núna er að XCOM er búin að rústa þér. Og þetta geimverur er búin að taka yfir jörðin. Þannig að nú er það bara svona alveg löskuð samtök, XCOM samtökin, að reyna að ná aftur yfir hún. Þetta er rosa. Og málið við XCOM-leikina er það að þetta er bæði svona eins og bara skák, svona turn-based herrkennsluleikur. Það sem maður gerir fyrst, svo gera geimverurnar, svo gera maður og svo framvegis. Það er einn parturinn og það er búið að skreita með svona aksjónatriðum þar sem maður hleypur og er að skjóta og gera svona aksjónandavelu. Og það virkar alveg mjög. Þetta er náttúrulega bara svona strategía, hvað eru geimverurnar og maður þarf að stilla sér rétt upp, vera í leini fyrir þeim og svona, þannig að maður þarf að nýta sér allskyns dæmi. Og þú veist, það er allskyns geimverur í þessu sem geta tekið yfir hugan og þínum hermönnum og svona. Og það sem gerist í hverju mission, þegar maður er góðum árangri, þá uppgreitast hermönnir. Og maður getur skýrt á til dæmis. Ég meit hérna sem heitir Sverrir Bergman. Ertu að fara með henni í kirkju bara að helli vera vatni? Ég með hérna kvenkins snæper sem heitir Sverrir Bergman. Og ég passa alveg sérstaklega vel upp á hana. Af því ef hún deyr, þá er hún bara farin. Af hverju er ég kvenkins? Er það langflóðdraumur til þess? Nei, alls ekki. Mér finnst það bara, þannig er ég að upplifa því. Er það því childbearing hips? Nei, það er bara því að þú er svo myndalegur. Og það sem ég þarf að gera, passa að hún verður á lífi, ekki að Sverrir Bergman deyr. Af því að þá er hún bara horfin og kemur aldrei aftur. Hún er ofta úr skæðis. Já, þannig að maður þróar upp göruna. Og svo fyrir utan það að fara bara á jörðu niður og leysa verkefni svona, þá er maður líka í svona base building. Maður er að fara og byggja upp stöðum. Þannig að maður er með svona stöð, maður er að byggja upp, maður er að rannsaka hluti, fá nýja tækni og setja þetta inn. Nei, þetta er það besta sem ég bara veit. Að byggja upp stöð? Já, og svo hægt og rólega átt að yfirtaka heiminn og henda geimverunum út. Þannig virkar þetta bara. Og ég ætla að segja bara grafíkin, nú er það ótrúlega flott, náttúrulega nýtið PC, nú er það bara PC, þú þurfum að vera að pæla í leikjavélunum. Alveg hæstu upplaust, fáránlega flott grafík, bæði í aksjónatriðunum og líka bara þú veist í settingunum sem þú ert að spila hvert mission í. Það komið miklu meiri tækni í þetta, það komið dróna sem getur að vinna með og svona miklu meira stökk heldur en var í gamlu leikjunum. Og svona fjölbreyttari spilum. Og svo soundið er náttúrulega bara mjög gott svona hasarmyndar þemalög í leiknum sem er mjög gott og talsetningi bara mjög vel gerð sko. Þannig ég ætla að segja sko, ég er fáránlega sáttur. Þetta ég er bara að fara eins og þú sást, ég er bara búinn að grafa mig þetta niðri í einhverjum ógeðslegu kjallara í geimverubúning bara til að þetta er inn. Sem þýðir það að ég er að fara að gefa þessum leik Solid 8.5 og finnst hann bara með þeim betri sem ég verið að prófa. Og vel þess virði og ég mæli með því fyrir fólk sem vil lenda í svona góðu herrkennsku stöði. Þá er XCOM leikur. Fallegur, flottur, flókinn, en á sama tíma einfaldur. Þar hafið þið það. Og við hvetjum alla sem eiga svona kjallara eða skúmaskot sem þeir skottast í til þess að leika sér í tölvuleikjum að senda okkur og lega okkur að sjá. Sjá hann eins og barnið okkar. Það er reyndar eins og barnið okkar. Hann er með ennið mitt. Já, eyrun mín. Já, og nefið þitt.
Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.